Góðan daginn, góður áhorfendur og velkomin með Sport TV hér í bikarúrslit Símabikars yngreflokka. Hér var í gang leikur í fjórðaflokki karla Fram Selfoss. Jóhannes Lange heiti ég og með mér er Árni Jakob Stefánsson, bikarmeistari þriðjaflokki karla. Hættu blessað Jóhannes. Jæja Árni, hvað getur þú frætt okkur þessi lið? Þetta er hvort ekki hörkulið. Selfoss er efstir í deildinni. Fram er í fjórðasæti. Þessi lið hafa mæst einu sinni í vetur. Þá vann Selfoss með 2 mörkum en þeir eru vissu komnir í ágætt stöðu 5-6 mörk yfir en framararnir náðu að saxa niður fórskotið og leikurinn endaði með 2. Þannig að við vonum hörkuleik hérna í dag. Já. Það er gaman að sjá að það eru margir Selfyssingar mættir. Já, þeir eru duglegir að stíga sitt lið. Framar, það er eitthvað aðeins lengra fyrir framararna að koma. Það virðist vera. Hér eru að byrja að kynna liðin, það er spurning hvort við leyfum því ekki bara aðeins að njóta sín.
Já, þá var allt til reiðu hérna í þessum fyrir hennar leik. Ég sé að Framararnir, þeir eru með heldur fáskipalið eða hvað þeir eru með þarna? Þeir eru 9 sem eru á skýrslu á þeim. Þeir eru ekki með 2 varamenn en Selfoss sem er fullan hóp og rúmlega það. Það eru leikmennir upp í stúku sem að greinilega komist ekki í endanlegan hóp. Já. Þannig að það ætti nú kannski að vera svona styrkur fyrir Selfoss í þessu leik að þeir hafa þá fleiri leikmennum að Jú, það getur alveg meiri breytt en það getur skipt máli en yfirleitt er nú í þessum leikjum og það er keilt mest á sama liðinu. Já, svo sem. Bæði liðin er með mjög skemmtilega leikmenn. Þessi strákar hafa verið að spila rosalega vel í vetur. Það er hörku skytta þarna hjá Fram, Dagur, virkilega öflugur leikmaður og síðan eru strákar þarna í Selfossliðinu eins og Ómar, Hergir, virkilega öflugir og hafa verið gaman að fylgjast með þessu. Þetta verður hörku barátta og þessi leikur til með að vera í járnum allan tíma. Já, það er Selfossingar sem að hefja leikinn. Mikill uppgangur á Selfossi, yngreflokkunum. Þeir eru hérna með 3 lið í úrslitum. Voru hérna í 4. kvenna, nú hér í 4. karla og svo í 3. kvenna. Og svo náttúrulega með meistaraflokksliðið sett í undanúrslitum á föstudaginn. Já, þeir eru búin að vinna mjög flott starf þarna á Selfoss undanfarin ár og þeir eru að koma upp með rosalega flotta stráka bara og stelpur líka í öllum flokkum, þannig að þetta verður gaman að fylgjast með þeim á næstu árum. Já. Þeir byrja þarna fyrir utan, Hergir í skyttinu, Ómar kemur þarna, Ómar Mikil skytta, hann skot í stöng. Það er Richard sem fer í gegn og skorar glæsilega. Mjög vel klára hefur Richard. Richard er eldsnöggur fram í hraðahlaup og lunginn hornamaður, þannig að hann spilar þarna fyrir framann í vörninni. Þeir spila 5-1 vörn og ætla aðeins að klippa á bílaframurunum. Höndi komin upp hjá dómaranum. Það er ekki fast. Góð vörn hjá Selfossi. Já, nú þurfa Framar að taka skotfljótamarkið. Það er stillt upp fyrir Lúðvík. Og þetta var vel varið. Vel varið. Aron Óli með góða markvarslu þarna. Já. Byrja leikinn vel Selfossingar varnarlega. Framar náðu ekki að koma sér inn innfæri. Elvar, klipping, Ómar, Hergir, Richard kemur. Vel tekið á honum, það er þessi lið komið til með að spila fasta varnarleik. Já. Út í hornið, Alexander með gott skot. Vel gert. Það voru Framarar hérna og þetta var góð vörn. Það er byrjað hennan varnarleik gríðarlega vel Selfossingar. Framarar ná ekki að Þannig missir Kristoffer boltan út af og þeir finna enga leið til þess að koma sér í gegnum þetta. Magnús línumaður hérna með aukasti. Hergir, Elvar á miðjunni, Ómar.
Innleysing fyrir Richard. Ómar kemur í árás. Og Góð sendingin á línu en Já, dómararnir Þorleifur viðurkenna þarna aðeins og fljótur á sér. Stilla upp aftur Selfyssingarnir. Elvar með gott skot. Þannig gengur boltinn vel hjá þeim og Elvar fær þetta frítt skot á markið. já. Framararnir ekki alveg konur í ganga ennþá. Nei, Selfyssingarnir gríðarlega einbeittir hérna. Já, Tilbúinir frá fyrstu sekundu. Þá koma þeir hérna í leikkerfi Framararnir. Hérna búið til flugbraut hér. Já, góð sending Kristóferinn á þarna. horninu en með skot í slána. Selfyssingar fá innkastið. Þeir reyna að keyra upp tempó hérna í leiknum Selfyssingarnir greinilega. Ómar, Elva. Nei, þeir missa þarna var boltann. smá mistök og missa hann í innkast. Lúðvík reynir að bróðast í gegn en Ómar er fastur fyrir í vörninni. Já, það er gutt spjald. Spjald, fyrsta spjaldið í leiknum. Selfyssingarnir virka gríðarlega einbeittir og eru að spila flotta vörn og Framararnir þurfa að láta boltan ganga betur. Þeir eru aðeins að hnoða svolítið sjálfir. Já, það gengur erfiðlega að finna sér glufur í þessu. 5 mínútur liðnir eru ekki búin að skora mark. Hanna Já, þarna er hann stígaður stíð út af. já. Þannig að þeir eru að Já, það er virkilega sterkt að ná að halda hér hreinu fyrstu 5 mínúturnar. Já, en það er náttúrulega í svona úrslitaleikjum er alltaf taugaspenna í byrjun og það er bara spurning hversu lengi liðinu er hrist þetta á sér. Já, Og svona sveiflur eru fljótar að fara í báðar áttir ef menn gefa eitthvað aðeins eftir. Þarna kemur skemmtilegt leikkerfi og Richard skorar. Það er ekki langt frá því. Nei, ekki langt frá því en Daniel að verja þetta. þetta er einfalt kerfi þar sem að hornamaðurinn kemur eldsnögt á milli fyrsta annars varnamann Já, og fær sendingu frá skyttunni. Þetta er mikið verið reynt undanförnum árum og eins einfalt á þetta er að það var ótrúlega hvað þetta gefur alltaf. Arnór Daði kemur hann í skot. Aron Óli ver glæsilega en það er Kristófer sem nær frákastinu. Aron Óli kom með 2 skot strax. Gríðarlega flottur markmaður. Já. Það er einmitt, það er merkilegt hvað innföldu hlutundir eru ofta áranguríkastir. Já, handbolti er bara þannig íþrótt. Það var Andrar að koma sér gegn að það er búið að brjóta honum. Þarna kemur fyrsta markið á Fram. Það var Lúðvík sem náði að brjósta í gegn og skora mjög gott mark með yfirhandafintunni. Selfyssingar koma Koma hratt. Já, yfirtölu. Yfirtölu, Richard sendur og það er Alexi fyrir inn. Og skorar þetta mjög glæsilega gert. Þarna keyra þeir hraða miðju. Greinilega mjög vel skipulagt lið. Það sem að vinstri hornamaðurinn er komin alveg yfir hægra megin. Það reynir að fara þar í gegn milli 1 og 2. Dregur í sig hornamanninn og sendir á örfenda hornamann sem skora vel. Þetta var mjög vel gert hjá þeim. Já, ekki spurning. Mjög vel út. Richard kemur langt út af völlin til að trufla. Andrið er hérna á miðjunni, erfiðleikum. Og aukakast. Hann gengur vel að brjóta á framurinn og stoppa ryþmann í sókninni. Andri, Arnór Daði. Skot framhjá, hann fær ekki frítt skot. Þeir eru að trufla hann nægilega mikið til að hann næri ekki skotinu á markið. En hann er flott skytta, Arnór Daði. Það er alveg... Þú eru að hafa gríðarlega mikið fyrir hlutunum hérna Framararnir. Hending upp, Lúðvík kemur upp í loftið. Arnór Daði skot, Aron Óli ver þetta vel og aukakast. Þarna enn eitt góður varnarleikurinn, hinn náði að þvinga það skot. Og hann er danskref. Og hann... Já, hann skýtur þetta eftir að búa að flauta. Eftir að búa að flauta og er rekinn út af. Já. Þetta er alltaf svona matsatrið í þessu. Ekki síst kannski svona leika sem að spennustigið er hátt og hversu langt menn eru komnir í skotið áður þegar þeir verið að flauta. Það
Það er stundum rosalega erfitt að hætta við. Já, það er það, en það er náttúrulega reglur. Já. Það eru framhaldinni fleiri. Arnór Daði, Lúðvík. En góð vörn. Já, en það er ekki kannski besta færi sem framhaldin gætu fengið. Alexander hásending, þannig að Magnús náði ekki boltanum. Já, þannig að hafði Lúðvík kannski hugsan átt að gefa hann í hornið, hann var dauðafrýr. Hann var búið að opna en nýtti ekki rétta sinn. Arnór Daði með skot og mark, þetta var vel gert. Þannig að sýndi hann okkur hversu góð skyttaninn er. Fékk hann sína flugbraut, kom á ferðinni og hamraði markið. Já. Selfoss hafði Magnús skoðan út fyrir hlutverk leikstjórnanda. Út með að leysa inn á línu sennilega fljótlega. Það er bara sirkusmark, en glæsilega varið. Daniel með mjög góða markvarslu. Daniel Þór Guðmundsson í marki fram, hann verði þetta sitt fyrsta skot og búinn að stimpla sig inn í leikinn. Það er hann að koma sér aðeins meiri takt við þetta. Já. Það er mikið fyrir markmann að ná fyrsta boltanum sem fyrst. Það var Lúðvík, það er bara einfallega þetta en bara skref. Þetta er hárrétt. Hélt að hann væri komið með fríkastið en það var ekki og hann bara dæmdi á hann skref. Það er eins og þetta sé svona aðeins högtur og mikið hjá framherjunum, er ekki alveg tilbúnir. Hergerinn er brjóstinn utanvert en vel tekið á honum. Þeir eru búin að spila mannin inn á, hann er að koma inn á núna eftir bara 2 sekúndur. Þannig að það eru jafnt í liðum aftur núna. Magnús fer þannig á línuna, Elvar kemur í laukstjórnandann. Og hann fyrir strax opna fyrir Ómari en Ómar missir boltan fram í hraðuplaup. Andri Þór og hann skorar. Þarna var tæpur á tvígripinu, það var svona mörkunum og hvort hann greip boltan upp í driblinu en dómarinn sá ekki athugavert við þetta. Já, staðan 5-3 fyrir Selfoss, 10 mínútur liðnar af leiknum. Ómar með mikið plás, fer í gegn, ótrúlega vel gert. En brotið á hann út af guldspjald. Þarna fekk Ómar stórt plás einn á móti einum. Já. Ómar er einn besti leikmaðurinn í þessum aldursflokki. Hann er með gríðarlega tækni bæði gegnum brotum og skotum. Þannig að það er sannlega maður framtíðarinnar. Richard, Herger kemur klipping, Ómar, Richard kemur utanvert, reyna að fara í gegn og þetta er vítakast. Þarna kom leikkerfi hjá þeim sem við settu blokkeringu utanvert á bakvörðinn og Richard nýtti sér þá blokkeringu og framari fór inn í teginn og dæmt vítakast. Og það er Ómar Ingi Magnússon sem fer á punktinn. Daniel til varnar, Daniel Þór til varnar, Ómar með skotið. En setur hann í slána og Daniel nær knettur Já. Ætlaði hann að vippa yfir hann, en tvígrip. Þetta sáu þeir ekki, hann gaf á sjálfan sig. Já. Hann ætlaði að gefa á Dag, en Dag var þá að skipta út af. Þannig að hann tók boltan aftur sjálfur. Þarna Stefán búinn að... Já, þetta var bara, þeir bara... Þeir sáu þetta bara ekki. Nei, það er bara þannig. Þeir áttu þessu bara ekkert á því. Framkomið að staði sóknina Andri á miðjunni, Arnór Daði í skiptunni. Já, kemur langt hérna fram á völlinn. Lúðvík með boltan, Lúðvík sækir á. Vel gert hjá Richard. Hann er bara sem boltan, framlega boltanum. Og aukakast. Þannig var Richard næstu búinn að ná boltanum. Richard er mjög góður hérna fyrir framann, hann truflar mikið, þetta er eldsnöggur strákur. Og kemur til með að... Já, sjáum að hann kemur alveg hátt upp á völlinn. Arnór Daði upp hérna, en grimm vörn. Og það er 2 mínútur, aftur er Elvar. Já, þetta var svona... Og hann fór heldur harkalega. Já, og hann lendir illa eftir brotið. Hann reynir að fara þarna í skotheldina á honum. Missir jafnvægið. Já, en missir jafnvægið, lendir illa og þetta lítur illa út.
Hann er Elvar komið með 2x2 metur. Já. Það er áhyggjuefni fyrir Selfoss, hann er leikstjórnandi liðsins og svoleiðis, þannig að hann þarf að passa sig, það er ekki búinn með 12,5 mínúta og hann má ekki fá eitt reis að passa viðbót. Arnór, en hann var búinn að taka mörg skref fyrir að skaut, þannig að markið stendur ekki. Andri, Arnór. Þarna var, já, þetta er rétt, það var að jakka aðeins svo mikið í peysunni. Jú, það er rétt. Það koma fram aðrar, Magnús. Þannig Dagur, en Dagur með skot framhjá. Já, þeir eru ekki að nýta Gablan inn fleiri nægilega vel. Nei. Töpu áðan Gablanum 1-0 og þessi sókn var enga veginn nógu vel útfærð. Takkar Ómar úr umferð. Richard leysir inn. Magnús að finna skiptuna, Alexander, Herger. Og það var... Þarna dæmaði bara ruðningu á Alexander. Já, mér fannst hann bara lenda á Selfyssingi. Já, þeir voru þarna að flækja skot fyrir öðrum. Það gekk ekki nú að sjá hvað framvarnir gera. Einum fleiri, aftur. Þannig eins og sagðir áðan, þeir hafa ekki nýtt þetta nægilega vel í leiknum. Setja upp í leikkerfi strax. Dagur gerir árás, Arnór upp í loftið, skot í stöngina. Þeir eru ekki að fá almennileg færi fyrst með þeim. Nei, þetta er svona... ekki kannski bestu færin fyrir þá einu fleiri. Þeir eru að skjóta skoti langt utan á velli þar sem verið er í þeim, þannig að þeir eru ekki að nýta sér liðsmunum, það vantar. Selfyssingar er að fá sinn mann inn á það, það er 2 sekúndur í það. Ómar er tekinn umferð. Magnús, línumaður, þarna kemur og gerir grimma árás. Þetta er vel gert. Magnús Öður Einarsson með gott mark. Þarna fær hann að komast allt og nálægt. Það verður að ganga aðeins meira út í hann framarðinir. Hann er komin alveg hann inn á okkar 7-8 metra. Já, erfitt fyrir markmanni þegar það kemur svona blind skot í gegn. Framarðin búinn að stilla battur. Arnór. Richard trufla mikið. Lúðvík reynir að fara í gegn. Já, þetta er að valda dálítið vandræðum framvarunum að þeir skulle koma svona hátt upp á völlin. Að Richard skulle koma og trufla spilið. Gerir það, sendingarnir eru híkandi. Já. Þannig að það er Arnór með skot yfir, búið að brjóta honum og réttilega dæmt aukast. Já, tekur Magnús. Fram tekur leikhlé. Hann er ekki alveg sáttur við hvernig þeir eru að spila sóknina. Hann ætlar aðeins að skerpa á línunum. Selfyssingar hérna 3 mörkum við 6-3, það eru 15 mínútur búnir að leiknum. Og Magnús ætlar að kokka eitthvað skemmtilegt kerfi upp ef við þekkja hann rétt. Já, það er líklegt. Ég held sér líka bara aðalega að fá það aðeins til að bara slaka á og láta bolta ganga betur í sókninni. Það eru hikandi í aðgerðum, láta Richard trufla sig allt of mikið. Þannig leið og bolti fyrir að ganga betur, að þá á að vera meiri möguleiki á að slíta vörnina í sundur. En þetta eru svona of mikið einstaklingsframtak sem af er og fyrir vikið er auðveldara að verjast í. Já, ekki spurning. Já, þetta var Magnús að segja hann. Ég náði þarna rétt aðeins sem hann sagði. Hann var að hvetja Lúðvík og Arnór til þess að skjóta meira fyrir utan. Ekki vera þessu hnóði. En svo við sem búin að tala þeir báðir öfluga skittur, þannig að við þurfum að kannski láta reyna aðeins á það. Það hafi eins og var líka verið óhefnir skotur búin að skjóta tvisvar í stöng. Gaman að sjá hvernig framherjinn gengur að fara eftir þessum rollingum. Það er skotunleið. Það er vel gert. Þetta var vel gert. Arnór Daði með gott mark utan á velli. Þá koma Selfyssingar aftur hérna í yfirtöluna. Richard kemur hérna yfir.
Já, nú eru framararnir aðeins meira tilbúinir til að berjast þessu en þetta Teitur er með glæsilega skemmtileg sendingu sending. og vel gert. Já, virkilega góð sending þarna. Teitur góðinn hann inn að þetta voru 2 nýju leikmenn, þeir skiptu 2 hann í leikliðinu og þeir kom sannarlega við sögu þarna. Já. Að þeir Teitur áttu sendinguna. Spiluðu vel úr þessu, framararnir voru reddi í þetta taka móti yfirtölunni og Richard. En þá bara spiluður áfram og Gísli Frank fekk hann. Dagur í hóttinu. Arnór Daði reynir að brusta í gegn. Það er helst Arnór Daði sem hefur verið frískur hjá Fram, hinnir eiga eftir að stíga betur upp. Já. Lúðvík hérna og Andri Þór á miðjunni. Já, Lúðvík er alveg kaldur hérna nú. Já. Arnór Daði, kemur Lúðvík. Já, gott skot, þarna kom hann. Hann er að snifla sinni í þetta. Glæsilegt skot hjá Lúðvík. Aftur koma þær í sigurtölu. Hergi bara upp í loftið en vel varið. Daniel verið hérna mjög vel. Já, Hergir átt að sjá því að framararnir pökkuðu hérna aðeins mikið á Richard, þannig að hann reynda að nýta þessu tækifærið. Já. Þeir eru farin að klippa Ómar út. Richard að hann skrifa á hann. Framkjörur sóknum, Lúðvík. Andri, Arnór Daði. Sama kerfi áðan, Arnór Daði fyrir inn að fara í gegn. Já, takk á mörg skrif hana. En það er kraftur í honum og þeir Selfyssingarnir eru í fullu tré að reyna að stoppa hann. Já. Það er erfitt fyrir þá. Já. Nú kemur Lúðvík, sama færi áðan. Aftur á skotin, það er góð vörn. Þeir eru að draga þetta frá, gefa Lúðvík mikið svæði á miðjunni. Hann er góð skytta, þannig að ef hann fær blásið, þá hann er fótur. Sendir beint í fótinn á Hergeri, þannig að það er aukast. Þetta er höndin að fara að koma upp í dómarunum. Já, kemur hér. Lúðvík upp í loftið. Góð varnarvinna. Og Rómas í kostin í sendinguna. Richard á flegiferð. En Daniel vel glæsilega. Daniel Þór að verja sitt 3. skott. Vel gert. Maggi biður einn vinstri. Einn vinstri. Eða einn hægri. Já, einn hægri. Hornamaður leysir inn. Og það reynir að brjótast inn utanvert. Arnór Daði en Elvar tekur vel á honum. Elvar kom með 2 brottvísanir, hann þarf að passa sig. Þannig að það er ekkert óskynsamlegt að sækja mikið á hann. Já. Arnór Daði með skoten framhjá. Aron Óli kemur boltanum í leik. Elvar, Ómar. Ómar sækir á fullu krafti. Sækir skoti en mjög vel varið. Já, og framarar ná frákastinu. Daniel með sitt 4. skot varið. Það er að koma sterkur hann inn. Já, og kemur Arnór en... Mjög góð blokk, Hergir og Elvar hann upp og náða að verja skotið. Virkilega vel gert hjá þeim. Fram setur upp aftur. Þeir eru að reyna sama kerfi. Lúðvík kemur á miðjavörðina. En Hergir sterkur. Það er eins og aðeins svo mikið hnoði á hann. Hann har bara stökkva upp á 9 metrum. Hann har bara koma krafti og láta vaða markið. Hann sýndi að hann hefur alveg fulla burði í það. Nú kemur Dagur er mikið skytta og með gott skot. Það er vel gert. Yngarðanir í 1 mark, 6-7, það eru 5 minútur eftir. En koma þær með yfirtöluna. Já. Elvar, Richard. Teitur upp, en vel varið. Daniel er heldur betur búinn að verja 5 skot í markinu. Koma sér í gang hérna. Já. Virkilega flott markværsla hjá Daniel Þór Guðmundsssyni og það er hann sem er að draga vagninn og koma þeim inn í þennan leik. Já. Selfyssingar voru konur í 3 marka mun en nú er bara munurinn 1 mark, þannig að Lúðvík með skot en vörnin verð þetta. Þeir eru að standa vel á Lúðvík. Já, ekki spurning. Heiðar með kastið. Aukakast. Aftur 11 sem ekki.
að setja upp hérna. Já, og reynir að opna fyrir Arnór. Það fást ekki alveg. Arnór kemur, skot á gólfi, en vörnin verða í hottkast. Vörnin að taka mikið á skotum. Selfossi. Hann full nálægt varnarmaðurinn. Þegar koma boltanum í gang. Já. Pínu óöryggi framarðir. Svolítið mikið hnoð. Boltinn þarf að ganga betur. Já, þetta alltaf mikið hnoð. Lúðvík reynir að fara í gegn. Texta. Og það er vítakast. Vel varið hjá Aron Óla en vítakast dæmt. Þannig geta framarðir jafna leikinn. Lúðvík fer að vítalínni. Aron Óli til varnar. Og Aron Óli ver glæsilega varið. Þá var hann komið 5 skot líka. Mjög efnileg. Báði markmennir eru mjög efnilegir. Þeir hafa verið í úrtaksæfingu fyrir yngri landsliðum, þessi báði tveir. Og þeir eru að sýna hérna í dag að þeir eru virkilega öflugir. Þannig þeir eru báði komið 5 skot. Já. Það er virkilega gott í þessa leik. Hergeir með no pláss, fer í gegn og skorar. Þarna galopnaðist vörnin og Hergeir, kraftmikill leikmaður, stakk sér í gegn og skoraði. Já. Þeir eru að taka Ómar úr umferð og fyrir vikið, stækka plássið sem að aðri leikmenn þurfa að valda og þarna nýtti Hergeir sér að vel. Já. Náðu tekja marka fórstug, 8-6, það eru 3 mínútur eftir. Mikið eftir framar að Arnór kemur þarna. Vörnin ver þetta. Þarna byrjar hann bara sjálfur upp og þurru, dripplar að vörninni í staðis að láta bolta ganga og fá boltan á ferðinni. Þeir eru aðeins að gera sér þetta erfiðara framarðir. Það er alltaf mikið einstaklingsframtak. Já, en það er að segjast eins og að Richard er að trufla gríðarlega vel hérna, þannig að þetta verður lengi vandræði. Gott gegnumbrot, glæsilegt gegnumbrot hjá Andra og hann kemur þetta með gott mark. Staðan er 7-8 og rúma 2 mínútur eftir. Sigþór er komin í skyttuna hérna núna. Já, það kemur Dagur, sterkt á móti. Sigþór háa sér leikmann komin í skyttuna þarna. Þarna átt hann bara að fara upp í lofti en líkvæðin inn á hann svolítið rægur. Hergeir aftur í gegn og skorar. Gríðarlega sterkur þessi strákur. Hann á að gera miklu meira af þessu, koma að krafti á vörnina. Þegar Ómar er tekinn umferð að þá stækka svæðin og þá á Hergeir að koma svona krafti. Virkilega fljótur og sterkur leikmaður, þannig að hann nýtir sér hérna styrkið vel. 1 mínúta og 20 sekúndur eftir. Kristoffer kemur hérna, reynir að brjóðast í gegn. Góða línusendingu og þeir skora þarna. Magnús Máni skorar eftir góða línusendingu frá Kristoffer. Þarna sofnuðu Selfyssingar á verðinum. Þarna byrja að taka miðuna og það er mínúta eftir. Já. Staðan 8-9 fyrir Selfoss. Já, annars á Hörður eitthvað aðtöðverðin og það var einhver svona smá kýtingur hann á línunni, það er bara fylgir þessu. Sigþór reynir að fara utanvert, setur boltann í vinstri hendina og fær vítakast. Já. Þarna fylgdi Arnór honum inn í teiginn að mati Harðar og dæmir hérna vítakast. Það var kannski svona, maður á ekkert kannski verið að tjá sig dógætlur en þetta maður svona frekar ódýrur í kantinn fannst mér. Hann er búinn að setja boltann yfir í vinstri hendin og hætti hann ekki mjög. Ómar fer að hitta línuna og Ómar skorar. Já, 10 sekúndur eftir þannig að Framar þurfa að taka þetta hraða miður hérna. Fresta þessa mínútur. Arnór Daði kemur, þeir ná að bróta. Richard gríðarlega öflugur, nær að trufla og það er bara aukkastið sem er eftir. Já. Aukakastið sem er eftir. Það er spurning hver. Lúðvík á að taka þetta. Lúðvík kemur og tekur af. Varnarvörður Selfyssinga fyrir framan hann og Aron Óli í markinu. Hvað gerir Lúðvík? Hann við skotið en yfir markið. Já. Selfoss 2 marka
forystu í hálfleik. Já, búin að 4 fyrir hálfleikur. Selfoss byrjaði betur, komst í 3-0 og 6-3 en Framarnir náðu að vinna sín í leikinu og fremstu þar í flokki var Daniel Þór í markinu sem að varði vel og síðan var það Arnór Daði sem var að skapa mesta uslan þarna í sókninni. En þetta er flottur leikur og það verður gaman að fylgjast með seinni hálfleik. Já, við skulum fá nokkrar auglýsingar og svo komum við að Vormsspori. Kannt að búa til flýtileið fyrir setningar sem þú skrifar oft til að spara tíma. Lærðu betur á snjallsíma þinn hjá Vodafone. Frá þeim sem færði okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman-þríleiksins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Símabikarinn. Taktu þátt í handboltaveislunni. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Ég elska að æfa. Ég elska að leggja mig fram. Ég elska að gefa allt sem ég á í þetta eina moment. Þetta moment kemur þig lengra. Markmiðið mitt? Ég ætla að vera besti miðjumaður í heiminum. Það er frábært að fólk hafi tíma. Það er einmitt það sem fólk þarf. Það er tími. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Ekkert stress. Tal. Svona á samband að vera. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla. Lífæð samskipta. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvörpum í hátækni. Hlaðinn tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvörp í hátækni. Ármúla 26. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan. Smelltu bara á I og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Á baku þetta þykka túperaða hár, silkiklútinn og dundur leggings og ég tala nú um mottuna. Það er bara kallmaður á ferðinni, með tilfinningar. Þannig að ekki láta blekkjast af þessu kallmannlega útliti. Vertu hetja og taktu þátt í Mottumars. Skráðu þig til keppni og safnaðu áheitum á mottumars.is.
Já, góður áhorfendur, velkomin aftur í bikarúrslitaleik í fjórðaflokki karla. Fram á Selfoss. Selfyssingarnir eru yfir 10-8 í fyrri hálfleik og það eru Framararnir sem að byrja með boltann í seinni hálfleik. Við höfum von á mjög spennandi leik. Markmenn beggja liða hafa staðið sér vel. Daniel Þór í marki Fram búinn að vera 5 skot og Aron Óli í marki Selfoss búinn að vera 5 líka. Þannig að Framararnir leggja stað núna í sóknina. Andri á miðjunni, Arnór Daði kemur að, Andri, Lúðvík. Og þarna kemur Emil, Arnór Daði upp í loftið og Hergir tekur fast á honum og Selfyssingarnir er búin að spila mjög góða vörn með Richard fyrir framann sem truflar mikið. En spurning hvað Framararnir hafa sett upp í leiklífinu til þess að reyna að komast í gegnum það. Þannig er Lúðvík, Arnór Daði, hendinni komin upp, Arnór kemur í árás, skot og Aron Óli verður mjög vel. Það var svona að þvinga skot en Aron Óli varði þarna með hendinni, glæsilegt og Selfoss kemur á fullri ferð, Hergir upp í loftið, frábær línusending á Magnús, en virkilega vel varið hjá Daniel Þór. Magnús einn á línni en Daniel Þór ver þarna með fætinum, hátt uppi, þetta var virkilega vel gert. Þannig að Fram kemur aftur í sóknina, Andri þarna á miðjunni, Lúðvík og Arnór Daði, fyrir utan Emil á línunni, Dagur í horninu, Heiðar í hægra horninu. Og þarna kemur leikkerfi, Arnór Daði upp í lofti, Lúðvík með flugbraut en þeir náðu að brjóta, Arnór Daði, Lúðvík utanvert, en Alexander nær að komast þarna inn í sendinguna, Ómar, Elvar, Hergir, þeir bruna hratt upp öllin, Hergir kemur í árás, Elvar með skot en Daniel ver glæsilega. Daniel ver glæsilega. Hann byrjar seinni hálfleikinn eins og hann endaði fyrri hálfleikinn, góður í markvarslu, þannig að hann er komið með 7 skot varinn, virkilega vel að staðið hjá Daniel. Arnór Daði kemur í árás, Elvar brýtur á honum, bolti gengur áfram, Lúðvík reynir að brjóðst utanvert, kemst í gegn og hörðudæmi vítakast. Og það má segja að þetta sé alveg í samræmi við nákvæmlega eins brot sem var hérna í fyrri hálfleik, þannig að þarna eru dómarnir samkvæmir sjálfum sér. Og það er Arnór Daði sem ætlar að taka vítakastið, Aron Óli til varnar. Þarna er verið að huga að Hergeri, hann hefur orðið fyrir einhver smá hnjaski. En Arnór Daði tekur vítakastið, Aron Óli til varnar. Og Arnór Daði skorar, hann gerir hann sitt 3. mark í leiknum og minkar munin í 10-9. Elvar, hann kemur yfirtalan, Richard, klipping, Alexander kemur, bolti gengur hérna yfir, framná að stoppa þetta, Hergir kemur, ætla að fara upp í loftið, hætti við, Elvar róar þetta. Richard fer aftur í vinstra hornið, þeir reyna mikið að setja upp yfirtölu, öfu og megin eins og maður segir, hornamaðurinn kemur yfir. Framararnir taka Ómar alveg úr umferð, en Hergir brýst í gegn og fær vítakast. Virkilega vel gert hjá Hergeri, hann er, eins og sagði fyrir hálfleik, gríðarlega sterkur og hann á að gera meira að því að reyna að brjóta svona í gegn. Og það er Ómar sem tekur vítakastið, en Daniel Þór til varnar. Og Ómar skorar, sett annar mark í leiknum, bæði og vítakostum. Fram kemur í sóknina, 11-9 staðan fyrir Selfoss. Andri og Dagur með boltan. Vel gert hjá Richard, hann truflar á gríðarlega mikið, það er gaman að sjá hann fyrir framann. Hann er kannski ekki svo hófastandi, hann er mjög kvikkur og truflar á gríðarlega mikið og les leikinn vel, þannig að þeir eru vandræði með að gera þetta. Andri, hann er Richard komin í Arnór Daði og það er Dagur kemst upp í loftið en góð vörn. Þannig að skotið endar hátt yfir markinu, þarna náður að komast í skothendina.
Dagur hefur fengið þarna högg á magan, hann kemur út á og skiptir og Lúðvík kemur í sóknina aftur. Andri, Arnór Daði, hann reynir að fara utanvert, fær gott pláss og Magnús rekinn út af. Þarna varði Aron Óli skot Arnórs Daða en það var dæmt vítakast og Magnús var rekinn út af. Og það Arnór Daði sem fer og tekur vítakastið. Og hann skorar sitt 4. mark í leiknum. Það var staðan orðin 10-11. Selfoss einu færri. Ómar tekinn umferð. Þannig að hinnir spila þarna Alexander, örfundur hóttamaður, svo Elvar, Hergeir og Richard. Elvar reynir að brjósta í gegn, það þetta aukast. Það verða að spila skynsamlega í sókninni. En samt ekki verið hræddur við að sækja. Hergeir. Elvar klippir við Alexander. Alexander upp í loftið með skot, glæsilegt undirhandaskot þarna. Alexander með sitt 3. mark í leiknum. Þetta var virkilega vel gert hjá Alexander. Smellti honum undirhandaskotið alveg upp í vinkilinn. Framsetur upp í leikkerfi, Heiðar leysir inn, Arnór Daði kemur utanvert, Lúðvík, klipping, Arnór Daði, Lúðvík sækir, góð færsla hjá Selfossi, en það Arnór Daði sem hver upp í loftið og skorar sitt 5. mark í leiknum. Það hálf mínúti að Selfyssingar fái mannin sinn inn á aftur, þannig að þeir stilla upp í sókn og fara sér engu óslega. Bolti gengur rólega fyrir utan. Elvar Hergeir þarna með nokkuð stórt pláss. Bolti gengur út til Richard, en Daniel ver glæsilega frá honum. Daniel með sitt 8. skot varið, þetta var svolítið þröngt færi, en Arnór Daði utanvert og skorar. Hann með sitt 7. mark í leiknum og jafna 12-12. Selfyssingar ekki ánægðir með að hafa ekki fengið aukast þegar Richard fór nú hornin áðan. Það sá ekki nógu vel hvað gerist, þannig að ég veit ekki hvort það er ákvæmt til síns máls, en þeir fara aftur í sóknina. Það jafnt í liðu núna. Elvar klippir Ómar inn í þetta. Og Ómar losnar og skorar glæsilegt mark. Þeir þurfa að gera meira af þessu, að losa Ómar vegna þess að hann það öflugur leikmaður að þegar hann fær smá pláss að þá hann líklegur til að skora hvernig sem er. Selfoss koma aftur yfir. Framsetur fyrir Lúðvík. Andri, Arnór Daði kemur í árás. Lúðvík fer utanvert, Ómar tekur vel á honum og stoppar hann og aukakast. Lúðvík, Andri, Lúðvík upp í loftið en Sigþór Richard mættur og brýtur á honum, vel gert hjá Richard. Mjög öflugur í vörðina fyrir framann. Arnór Daði, Magnús brýtur á honum. Næstum búinn að lenda aftan í honum, heppinn hérna. Arnór Daði upp í loftið með gott skot, en Aron Óli ver og dæmt aukakast á framarana. Aron Óli að verja sitt 8. skot. Mjög góð markvarsla hjá báðum markmönnum og þeir eru búin að standa sér frábærlega. Selfoss kemur í sóknina 1 marki yfir, nær 8 mínútur búnar að seinni hálfleik. Hergeir reynir utanvert, en heppinn fær boltann aftur, hefði hann getað farið í gegn, sá það ekki. Alexander, Elvar, Alexander, Elvar, Hergeir að brjósta í gegn en Arnór Daði sterkur í vörninni, brýtur á honum. Elvar, Hergeir, Richard, vel gert hjá Hergeiri, stingur sér í gegn en skýtur framhjá.
Hann liggur eftir meiddur, Framararnir keyra upp völlinn. Dómararnir stoppuðu ekki leikinn hana. Svolítið sérkennilegt. Leikmaður liggur meiddur. Hann fekk þarna högg, Hergeir þegar hann fór í gegn. Dómararnir mátu svo að þetta hefði ekki verið höfuðhögg og létu leikinn halda áfram. En Hergeir virðist eitthvað að vera að kvenka sér þarna. Staðan 13-12 fyrir Selfoss. 8,5 mínútur rúmlega búin af seinni hálfleik og það stefnir hérna í bráðfjörugar mínútur hérna í seinni hálfleiknum. Hergeir haltar hann aðeins tilbaka en ætlar að halda áfram. Hörkunagli, Hergeir. Hann ekkert að fara að láta svona stoppa sig. En Framararnir stilla upp. Emil, línumaður og tekur aukastið. Andri, Lúðvík, Andri aftur. Arnór Daði. Lúðvík með skotskrifinu vörnin ver. Elvar nær frákastinu. Vörnin hjá Selfoss búið að taka fullt af boltum. Ómar kemur á ferðinni. Elvar. Dæmi skref. Já, þarna var skref og Elvar. Flýtti sér og mikið sýndist mér. En Framararnir koma aftur í sóknina. Klauvalegt á Selfossi að missa boltan þarna. En Fram getur jafna leikinn. Kristófer kemur, klippir við Arnór Daða og með skoti yfir. Þarna vildu Selfyssingar fá skref á Kristófer en ekki dæmt. Þannig að Selfoss kemur rólega í sóknina. Magnús línumaður, Elvar, Hergeir. Þeir þurfa að sækja á, láta bolta ganga hratt, segir Stebbi. Og þarna losar Ómar. Óvald spilaðir, Alexander nú horninu og glæsilega gert. Þetta var virkilega vel opnað hjá þeim. Alexander með sitt 4. mark. Og staðan 12-14. Þarna losaður Ómar og Framararnir rukku þá til og ætla að stoppa Ómar. Boltinn gekk tilbaka og Elvar náði að opna fyrir Alexander sem fór inn á horninu og skoraði glæsilegt mark. Arnór Daði reynir að fara utan þær. Magnús tekur harkalega á honum og brýtur aukakast. Boltinn í ganga aftur. Andri, Lúðvík. Lúðvík kemur að. Andri, Arnór Daði upp í loftið. Fríkast. Nei, boltinn gengur áfram. Hann gengur ekki nægilega vel. Lúðvík kemur. Arnór Daði og Richard brýtur á honum. Og ruðningur. Þarna náður Alexander að standa og stilla sér upp fyrir fram á Lúðvík og fiskaði þarna ruðning en það var Richard sem að beindi skyttunni þetta uttalega, þannig að hann er að vinna rosalega flotta vinnu í vörninni að Richard. Selfyssingarnir kom í sóknina, 11 mínútur búnar, staðan 14-12. Þeir geta náð 3 marka fórustu með því að skora núna. Elvar, Alexander. Elvar reynir að fara í gegn og skorar! Gott mark hjá Elvari, fór hérna í gegnumbrótið og náði öflugu skoti sem Daniel Þór réði ekki við og staðan 15-12. Þannig að Framararnir, Dagur er kominn inn á aftur, Andri fer í hornið, Lúðvík er kominn á miðjuna. Sjá hvernig þetta gengur hjá þeim. Þess að fyrr kemur Richard langt út og þarna er það Arnór Daði, Lúðvík, Dagur kemur. Það er blokkering frá Emil, Arnór Daði reynir að brjósta í gegn, en Elvar gengur hart fram í vörninni að hann er að stoppa hann. Arnór Daði, Lúðvík. Arnór Daði búinn að vera atkvæðamestu Framar í sókninni. Og þarna kemur hann á. En þarna er dæmd lína á Heiðar og Selfoss kemur í sóknina. Seinni hálfleikur að verða hálfnaður og Selfoss komið með 3 marka fórustu. Þeir halda áfram þarna.
Elvar stingur sér í gegn og fær vítakast. Þarna galopnaðist öll framar á, Elvar var fljótur að sjá það, stakk sér í gegn og nær að sækja þarna vítakast. Og það Ómar Ingi Magnússon sem fær það hlutverk að taka vítakastið. Til varnarni Daniel Þór Guðmundsson sem búinn að standa sig gríðarlega vel. Ómar með vítakastið. Ómar skorar sitt 4. mark í leiknum. Og staðan orðin 16-12. Síðari hálfleikur rúmlega hálfnaður. Selfoss komið 4 marka fórustu. Framararnir koma í sóknina. Lúðvík, Emil kemur í blokkaríku en Richard nær að vinna sig út fyrir hana. Arnór Daði, Dagur upp, skot og í varnarmann og í markið. Þetta var Aron Óli virtist vera komin í hornið en bolti fór í varnarmann og skoppaði yfir Aron Óla, þannig að Dagur náði að minnka þarna munni 13-16. Selfyssingarnir aftur í sókn. Elvar, Alexander, Hergeir kemur á ferðinni. Alexander. Og það brot til Alexander, aukakast. Já, vandræðagangur í sókninni, hendinni konu. Hergeir með gott undir handaskot, glæsilegt mark hjá Hergeiri. Virkilega gott skot, hendin konu upp og þeir voru konir í vandræði. En Hergeir var fljótur að nýta sér það, hann fekk þarna smá skotfæri og náði 4 marka mun aftur fyrir Selfoss. Og Magnús tekur leikhlé. Þarf að endurskipuleggja leik sinna manna. Það eru 11 mínútur eftir og Selfoss með 4 marka forskot. Í fyrri hálfleik náðu þeir að vinna upp forskotið seinni partinn í fyrri hálfleiknum, þannig að væntanlega ætlar Magnús að endurskipuleggja leik síns liðs og gera það sama. Og markmenn beggja liða búinn að standa sig gríðarlega vel. Daniel Þór í marki Fram búinn að verja 8 skot og Aron Óli í marki Selfoss að sama. Og af útileikmönnum Arnór Daði búinn að langt atkvæðamestur Framara með 6 mörk. En hjá Fram eru það Ómar Ingi og Alexander með 4 mörk. Hergeir 3. Þannig að það eru margir sem eru að stíga upp hérna og það verður gaman að sjá þessi síðustu 11 mínútur hvernig þær koma til með að ganga fyrir sig. Þjálfarar beggja liða eru núna að skerpa á því sem á að gera og við fáum æsilega lokamínútur hef ég trú á hérna á eftir. Selfyssingar svolítið lengi að gera þetta klára en nú hefst leikurinn að 9. Það eru 11 mínútur og 1 sekúnda eftir þegar Fram leggur af stað í þessu sókn. Andri á miðjunni, Arnór Daði, Dagur kemur inn á miðjuna. Andri sækir Ómar, reynir að fara í gegn, aukakast. Dagur, Arnór Daði, Andri á miðjunni, Dagur kemur aftur inn á miðjuna, þeir reyna sama leikkerfi, aftur ræst hann Ómar, þá kemur klippingin, Kristoffer upp í loftin, Ómar náði að brjóta vel þarna, vörnin vel og Richard er mættur þarna, nær að trufla Dag, þannig að það er aukakast. Andri klippir Arnór Daða og hann með gott mark, 7. markið hjá Arnóri Daði í leiknum og hann ber upp í sóknarleikinn hjá Frömmurunum. 3 mörk og 10 mínútur rúma til leiksloka. En þarna var Richard rekinn út af, þannig að Selfyssingarnir reynir færri og þeir taka 2 umferð núna. Framararnir, Elvar reynir að brjósta í gegn, brotið á honum. Það er bæði Ómar og Hergeir teknir úr umferð. Þarna stillaður upp, Ómar tilbúinn að fá boltann. Ómar reynir að brjósta í gegn, brotið á honum en bolti gengur áfram. Hergeir, línusendingu framararnir ná boltann. Og þarna fiskar Hergeir ruðning. Þetta var, og Heiðar er alls ekki sáttur.
og rekinn af velli í kjölfarið. Þetta var kritískur dómur kannski. Hergeir var klókur, náði að stíga fyrir Heiðar og fiska hann í ruðninginn. Þannig þetta var mikilvægt hjá Heiðari og hjá Hergeiri og Heiðar klaufi að mótmæla og láta Rex út af. Þannig nú er 5-5, þá geta þær ekkert ekki umferð. Ómar fer í gegn, skot, en Daniel ver, en það er dæmt vítakast. Magnús þjálfari er ekki alveg sáttur með þennan dóm. Ég meina Ómar hafði fengið hann frítt skot, en það var nú brotið á honum fannst mér og Ómar kemur á vítapunktinum og Daniel til varnar. Ómar og hann var eiginlega heppinn þarna. Daniel var nærri búinn að verja hann, en bolti fór í netið. 14-18. Ómar var með sitt 5. mark þarna. Framarinn koma í sóknina. Það er 5-5. Arnór Daði, Andri, Dagur með skot, Aron Óli ver og Hergeir er frákastinu. Aron Óli með 9 skotvarinn. Ómar kemur að í árás. Hergeir en Daniel ver 10. skot. Þarna voru Selfyssingarnir mjög bráðir, þetta var ekki nægilega gott. Þarna veið Kristófer í gegn og skorar. Kristófer komst þarna upp völlin og skoraði og minnka munn í 3 mörk, 15-18. Selfyssingarnir alltaf bráðir, þeim liggur ekkert á, þeir voru með góða fórustu en flýttu sér á mikið. Þeir kom í sóknina aftur. Nú eru þeir einum fleiri Selfyssingarnir. Það er fyrst skipti sem þeir eru einum fleiri í leiknum. Og setja upp í leikkerfi. Ómar Magnús dauðafæri og skorar virkilega vel útfært leikkerfi. Þar sem Ómar fann Magnús gal opinn á línni og Magnús kemur aftur í 4 marka mun. 19-15, 8 mínútur eftir. Þarna nýttu þessi liðsmunning gríðarlega vel. Framararnir orðin jafnmargir aftur. Þannig að bæði liðin eru orðin fullskipuð. 19-15, 7,5 mínútur eftir. Rittfell kemur langt út á völlin. Það skiptaður stað. Andri sækir á Ómar. Ómar fastur fyrir. Arnór Daði sækir á. Reyna að fara í gegn. Elva stoppar hann. Góð vörn hjá Elvari. Aukakast. Framandi sækja Lúðvík. Andri. Lúðvík aftur. Blokkering. Arnór Daði upp í loftið. Lúðvík sækir á Elvar. Skot, glæsilega var hjá Aron Óla. 10. skoti hans. Og afturveran en aukakast dæmt. Aron Óli kom með 11 skot í markinu. Það standa því virkilega vel. Framhaldin halda áfram að sækja. Andri kallar þetta leikkerfi. Og það er Magnús Máni sem kemur þarna í klippingu. Þarna var Arnór Daði búinn að taka fullmörk skref áður en hann skoraði, þannig að það var dæmt aukast. En hann er búinn að gera 7 mörk. Arnór Daði er búinn að eiga mjög góðan leik og það er helst hann sem að Selfyssingarnir hafa átt erfiðleikum með að stoppa. Undir skot hjá Andra. Mjög góð skot. Andri með sitt 3. mark og minnka munn í 16-19. Rúma 6 mínútur eftir. Ómar tekinn umferð sem fyrr. Alexander í horninu. Elvar. Hergeir. Það klippaður Ómar inn í leikinn. Ómar upp í loftið. Daniel ver. Og Hergeir er rekinn út af. Hann reyndi að stofa þarna framarinn í að fara í hraðasókn. Og að Matti Harðar fór hann í andliti á framarannum og er rekinn út af. Þetta var óþarfi, klaufalega gert hjá Hergeiri. Það skiptir miklu máli að vera með alla sína leikmennin á vellinum. Og svona að loka myndum. Framararnir kom í sókn einum fleiri. Andri sækir á, klippur við Arnór Daða. Lúðvík fær boltan, Arnór Daði aftur. Þarna eru búin að búa til yfirtölu en nýttu sér það ekki. Þeir eigi erfiðleikum með að fara í gegn. Virkilega góð vörn. Og það er aukakast dæmt. 5,5 mínúta eftir. Fram með boltan. 3 marka munur. Andri sækir að. Arnór Daði upp í loftið. Lúðvík fær hann. Og vítakast dæmt. Andri fyrir gegn. Magnús brýtur á honum og vítakast.
Arnór Daði tekur vítakasti, Aron Óli til varnar. Arnór Daði skorar sitt 8. mark. Staðan er 17-19. Það er eftir 5 mínútur og núna koma framar á völlinn og taka 2 úr umferð. Þeir taka Ómar og Magnús línumann, leyfa Elvar að leika lausum hala. Alexander upp hérna allt of fljótt, einum færri, ótímabært skot og framhaldi geta minnka munin í 1 mark. Andri, Lúðvík, Andri sækir aðeins sama leikkerfi á hann. Andri kemur bara og skorar. Andri með gott mark, 4. marki hans í leiknum og minnka munin í 18-19. Selfyssingarnir þurfa að vera klóki núna. Það eru ennþá 10 sekúndur í mannið þeirra. Elvar, Magnús, Alexander í vandræðum. Það er Richard, brotið á honum, Magnús og aukakast. Þá kemur Herger inn á aftur. 4 mínútur eftir. Selfoss 1 mark yfir. Ómar, sendingin á Magnús. Magnús í gegn með skot í stöng. Skot í stöng og fram. Geysist upp völlinn. Lúðvík með boltan. Kristófer. Selfoss náði að stilla upp í varnarleikinn. Andri á miðjunni. Arnór Daði. Framvarnir geta jafna leikinn. 3,5 mínútur eftir. Lúðvík með boltan. Arnór Daði upp í loft en skot yfir markið. Skot yfir markið. Þannig að Selfoss leggur að stað í sóknina. Og núna taka 2 úr umferð. Herger er tekinn lík úr umferð. Magnús kemur þá út. Richard, Herger, Elvar. Og það er að þora að sækja, ekki bara standa og bíða vegna þess að þá er hendi fljótt að koma upp. Richard, Elvar, Alexander, Magnús. Brotið á Magnúsi. Aukakast. Selfoss tekur leikhlé. 2 mínútur og 47 sekúndur eftir. Selfoss í sókn með boltan. 1 marki yfir, 19-18. Og það eru markmenn beggja liðanna sem búin að standa sig gríðarlega vel. Þeir helst alveg í hendur markvalli á þeim. Daniel Þór í marki fram með 11 skot og Aron Óli í marki Selfoss með 11 skot líka. Arnór Daði er markahæstu framara með 8 mörk og Andri hefur komið sterkur upp á síðustu mínútur núna með 4 mörk. En hjá Selfoss er Ómar með 5 mörk og Alexander með 4, Herger með 3. Þannig að núna skiptir miklu máli fyrir þjálfarana að róa sína menn niður þannig að þeir fari að yfirvegun í þessar loka mínútur. En þeir þurfa náttúrulega að halda áfram að sækja Selfyssingarnir, þeir mega ekki þó að séu 2 teknir umferð, þá þurfa hinir að þora og þó að séu kannski hafi ekki verið í stórum hlutverkum í leiknum fram á þessu sumir en þá verða þeir að láta sig hafa það og stinga sér í gegn þegar að möguleikir á þeim. Sem sagði, 2 mínútur og 47 sekúndur eftir. Þannig að gríðarlega spenna hérna í þessum úrslitaleik í 4. flokki. Mjög flott lið að spila hérna bæði 2. Búin að sjá skemmtilega sóknir og ég er ekki síður hrifinn af mjög góðan varnarleik. Það er einmitt gaman að sjá svona unga stráka vera orðin þetta öflugir í vörninni og búin að verja mikið á skotum. Ómar sækir að, Elvar, Richard með gott pláss, broti á Richard, nei ekki dæmt, hendinni komin upp, Ómar kemur í aðgerð, Elvar í gegn og Elvar skorar. Þarna gekk boltinn vel hjá Elvar með sitt 3. mark og kemur Selfyssingum í 2 marka mun 2,5 mínútur eftir. Framar í sókn, Andri á miðjunni, Arnór Daði, Lúðvík, gríðarleg stemming hjá fjölmörgum áhorfendum, sérstaklega mikið af Selfyssingum sem að styðja sitt lið. Gaman að sjá fólk mætir og styðja sína menn. Lúðvík kemst inn og hann skorar. Lúðvík reif sig þarna lausan og skorar sitt 3. mark í leiknum og minnka munin í 20-19. Það er eftir 2 mínútur og Selfoss er 1 mark yfir. Þeir taka áfram 2 úr umferð. Ómar og Hergeir eru út af vellinum. Magnús, Richard, það gerir Elvar. Elvar með Alexander í dauðafæri
og skorar glæsilegt mark hjá Alexander. Hann með sitt 5. mark í leiknum. Elvar opnaði fyrir honum. 1 mínúta og 40 sekúndur eftir og staðan 21-19 fyrir Selfoss. Gríðarlega mikilvægt mark. Þarna notfæri sér það að 2 voru teknir umferð, þeir sóttu þarna að fyrir viki og galopnaðist hornið. Lúðvík kemur í skot. Aron Óli ver. 12. skoti sem Aron Óli ver í markinu. Virkilega flottur leikur í honum. Og Herger hefur fengið þarna högg og liggur eftir. 1 mínúta 29 sekúndur eftir. Staðan 21-19 fyrir Selfoss. En nógu tími eftir fyrir Framarana. Ég get alveg trú að hvort lið kemur til með að eiga 3 ef ekki 4 sóknir sem eftir var af leiknum. Þannig að Framararnir hafa nógan tíma til að jafna þetta og komast yfir. Það getur allt gerst í handbolta á svona stuttum tíma. Þannig að Framararnir byrja. Arnór Daði, Richard truflar. Arnór Daði kemur að. Lúðvík. Elvar gengur hart þarna fram í vörðina, að brjóta Lúðvík. Arnór Daði upp í loftið, Richard mættur til að trufla. Elvar aftur. Elvar nær að stoppa Lúðvík. Þetta er ómikið hnoð hjá Fram. Þeir eru bara lappinn í vörðina, láta brjóta á sér og tíminn líður frá þeim. Það er eftir mínúta, Selfoss á 2 mörk. Andri, ræðst á Ómar. Andri, grimmur. Richard gengur hart fram í vörninni og er rekinn út af. 52 sekúndur eftir. Nei, það er Herger. Það er Herger í þetta skipti sem fær að fjúka. 52 sekúndur eftir. Selfoss 2 mörkum yfir. Fram á aukakast. Andri. Lúðvík. Andri kemur. Arnór Daði upp í loftið, Richard brýtur, Richard er fljótur og það er Lúðvík sem skorar. Sitt 4. mark í leiknum, minnka muninn í 20-21 og það er eftir 38 sekúndur. Selfoss að staði sóknina, Magnús, Elvar, hálf mínúta, Richard, Magnús, gerir sér líklega til að vera upp í loftið, Ómar með misheppnaða sendingu, þetta var afar ótímabært. Fram kemst í sókn. Það eru 17 sekúndur eftir og Framarar geta jafna leikinn. Arnór Daði, en þeir ná að brjóta honum aukakast. 10 sekúndur eftir. Framararnir lengi að taka aukastið. 7-6 sekúndur. Lúðvík. Andri. Lúðvík. Leikurinn var búinn. Hann skoraði, en markið er ekki dæmt og Selfyssingar eru bikarmeistarar. Dómarinn Þorleifur ekki neinum vafa, leiktími var liðinn og Selfyssingarnir fagna. Það munaði held í 1 sekúndu. Það mátti ekki tæpara standa, Selfyssingarnir töpuðu boltanum og Fram fékk möguleika á að jafna, en skotið kom aðeins svo seint. Gott skot hjá Andra, en knötturinn hafnaði í netinu, leiktími var liðinn og Selfyssingarnir fagna bikarmeistaratitlinum. Er unninn að leik 21-20. Aron Óli í marki Selfoss. Gríðarlega góðan leik með 12 skot varinn. Ómar Ingi markahæstur með 5 ásamt Alexander Má. Og Herger og Elvar með 3 mörk. Richard gerði 2 og Magnús Ötter 2. Gísli Frank gerði 1. Daniel Þór varði 11 skot hjá Fram. Arnór Daði og markahæstur með 8 mörk. Lúðvík og Andri með 4. Dagur með 2. Kristoffer og Magnús Máni með 1. Þannig að Selfyssingarnir fagna hérna, en Framararnir ótrúlega nálægt í að jafna og knýja frá framlengingu. En flottur leikur heilt yfir og að mínu mati það sem stóð eiginlega upp og var það að varnarleikur Selfoss var gríðarlega góður. Richard spilaði mjög vel fyrir framan á að trufla sóknina og síðan var það Aron Óli sem stóð þarna fyrir aftan og átti gríðarlega góðan leik í markinu með 12 skot varinn. Og að öllum öðrum ólöfstöðum þá er Aron Óli að mínu mati maður leiksins. Þetta er bara að láta þessar
myndi bara rúlla hérna áfram. Selfyssingarnir fagna, framararnir eru svekktir en óskaðum til hamingju og ég, Árni Stefánsson, þakka bara kærlega fyrir og segi verið sæl.
Kanntu að búa til flýtileið fyrir setningar sem þú skrifar oft til að spara tíma? Lærðu betur á snjallsíma þinn hjá Vodafone. Frá þeim